Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum að hefja góða ferð eins og í hinni skiptin, og að því við erum fólki sem látum ekki deigan síga í þessum og höldum okkur við þann steðja sem við okkur ætlað, og í þessu tilviki er að flytja þetta ágæta Guðsorð til mann og kvenna sem að vilja heyra, og hægt að hvetja menni þetta sem flesta að heyra og hlusta á. Ekki vegna mælsku snilli þess ágæta manns, heldur vegna þess að Drottinn vill segja eitthvað við þig. Og það er málið, hann er allt málið. En við vitum að því við þekkjum orð Guðs að hann er að nota mann og annan til að frambera sjálfan sig, og það er bara, kerfið hjá honum er svona, vegna þess að hann elskar mannin. Hann skóp mannin. Hann vill að hann sé sitt augnayndi og sér til þægilegs ilms. Og hann verður það þegar hann gefst honum að öllu leyti. Maðurinn sem sagt þarf að gefast Guði að öllu leyti. Og það er auðvitað hvatning okkar til allra, og auðvitað sjálfur okkar. Einnig við erum ekkert undan því að heyra Guðs orð, munum það. Allir í raun og veru þurfa að heyra Guðs orð til jafns hvert sem er. Þannig að við getum ekkert undan skilið okkur sjálfa frá þessu. Og einnig er það nú þannig, og það get ég nú staðfest, að mín þörf til að heyra aðra að tala Guðs orð er jafn mikil og þín þörf til að heyra menn segja Guðs orð. Þannig að þetta er gott að vera með þetta svona í huga og vita hvað snýr fram og aftur og þessu öllu saman. Og þarna kemur til kasta ræðunar sem hefur þetta verkefni að minna mig á allt þetta. Verkefni ræðunar er sem sagt að minna mig á það sem er Guðs, vegna þess að þessi ræða er merkt lifandi Guði. Og það segir því sjálft að við hljótum að þurfa að vera með hans svona í öndvegi efnisins. Og það held ég sé nú ekki vandamálið fyrir predikar eða kennara eða hvernig það er, að vera þeim megin línu. Eitthvað í honum sjálfum og sjálfri eiginlega bara krefstast. Þannig að það er ekki vandinn. En auðvitað hvílir skylda á öllum, mér og þér og öllum hinnum, að vera vel að sér í orði Guðs, þekkja orðið til hlítar og vita skil á hinnum ýmsu kenningum Biblíunnar. En þar eru við kannski svolítið misjöfn, vegna þess að dugnaðurinn þar er upp og niður, og þar eru sumir duglegri en aðrir. Og síðan menn duglegi þar, eins og alltaf áður þar sem menn eru duglegir, þá er árangurinn meiri. Og svo fyrir utan það að dugnaðurinn, og svo kemur skilningurinn af dugnaðinum, að því við höfum áhuga fyrir verkinu, þá er verkið skemmtilegra. Þetta gildir fyrir allan pakkan. Og þú veist að því sem þú hefur gaman að gera er líklega vegna þess að þar hefur þú og ég og við náð árangri, hvað mestum. Þannig að þetta svona hjálpast allt að við verkið, að við líka höldum áfram, og sem er líka merkilegt, höfum áfram jafn gaman að því og höfum alltaf haft. Það finnst mér akkur. Ég held að þú getur alveg verið mér sammála það, að það er akkur í öllu slíku. Þannig að vinnan hjá slíku fólki verður alltaf leiðinleg. Hún verður alltaf skemmtileg. Og skemmtilegri vegna þess að með árangurinnum og verkþekkingunni hefur náð betri tökum.
Við getum alveg yfirfært þetta allt saman á Guðsverkið sem við erum að vinna og sinna, að vegna þess að við höfum ástundað þetta, verið heiðarleg í þessu, að þá hefur líka okkur færst í fang hellingsskilningur sem að auðvitað hefur gert verkið áhugaverðara og trúna að svona meiri kost fyrir okkur. En þetta var ekki án vinnu. Þetta var ekki án ástundunar. Þetta var ekki án þess að ég gerði neitt. Þetta kom ekki hlaupandi til mín í sitjandi stöðu heima, horfandi þar á loft og veggi. Þannig það ekki. Nei, við unnum við það. Við störfuðum að því, hlúðum að þessu. Og fórum svo og gerðum að því að við finnum og heyrum að Drottinn vill það. Þetta svona ein mælistikan sem við getum alveg hygglust borið fram, hvort sem fyrir mig eða þig, vegna þess að við þurfum að heyra þetta. Það er ekki annars rétt. Þurfum við ekki að heyra svona hvatningu? Ég get talað þetta bara fyrir mig, jú, ég þarf að heyra hana. Þetta er það sem drífur mig áfram frá degi til dags. Eins og ég oft sagt að þá er ég ekkert eyðisker út í ballarhafi hvað þetta varðar, við erum öll svona. Það er eitt af því sem maður hefur komist að á langri ævi. Að við erum svona nokkuð lík að sumu leyti. Þó við séum það auðvitað ekki að öllu leyti, þá erum við það samt að sumu leyti og sumar áherslur eru gilda fyrir allt fólk. Og ein áherslan, helst áherslan, hér er auðvitað það að við stundum Guðs orð. Höfum áhuga fyrir Guðs orði. Og ef við bara virkjum trúna, hún er svo mögnuð þessi trú, þá kemur allt það sem er Guðs sem áhugi til mín. Og það er gott, kæri vinnur og kæri vinnir, að vera með áhuga fyrir því sem maður er að gera. Ég þekki það mjög vel að hafa áhuga fyrir mínum eigin verkum og það gerir að verkum að vinnan verður alltaf skemmtileg. Og það er betra fyrir lífið okkar að það sem við erum að gera sé okkur líka skemmtilegt verkefni. En eins og með allt annað í mannlegu samfélagi þá getum við alveg þreyst á öllu. Það bara er eitthvað sem við þurfum að vinna með og vinna úr og leysa. En svo komumst við yfir það að við erum þreytt. Svo fer þetta aftur að hafa sama tilgang og það hefur alltaf haft. Við höfum gaman að þessu. Því við erum að eðlislagi jákvætt fólk sem viljum ekki láta mæðuna og of kefja okkur. Þetta er það svona sem við höfum lært á okkar löngu og ströngu og kannski og sumpart erfiðri göngu. Já, erfiðri. Já, bara lífið er oft erfitt. Og allt hendir alla. Þú tryggir því sjálfur sér ekkert fyrir neinu. Allt hendir alla. Það hefur við nú fengið að sjá. Vænsta fólk sem aldrei hefur mátt sitt vita lendir í skellum. Það veikist og lýjast af henni en rís margt hvert upp úr þessu öllu saman. Og hefur séð margt í öðru ljósi en það sá fyrir skellin. Þannig að það má í raun og veru horfa jákvætt á allt. Hefði manneskjan ekki lent í þessu skell, að hvernig átti hún þó að fá reynslu af því að vera þar? Þetta vitið það, ég trúi því að þetta sé nú allt með tilgangi einum og öðrum. Þetta er svona eigur samkendina með öðru fólki sem lendir í sama vegna þess að einu sinni varstu það sjálfur og sjálf. Og þá er komið svolítið önnur mynd á þetta sem þú jafnvel dæmdir svolítið í eina tíð. Af því þú þekktir það ekki sjálfur og sjálf.
En svo skellti drottinir í þetta og leystið úr því aftur með þá þessa reynslu sem að þú kemur með tilbaka og það ómetanlegt. Og ef við leggjum það allt saman að þá höfum við nú fengið reynslu af einu og öðru sem við segjum í dag ómetanlegt. Og það, sumt bara ómetanlegt. Að vísu báðum við ekki að fara inn í þetta, en við vorum bara ekkert spurð. Og hve oft, kæri vinur og kæra vinkona, höfum ekki verið spurð að því sem við höfum reynt, en við reyndum það. Eftir á sögðum við að þetta var reynsla sem ég ekki vilja missa af. En svo megum við alveg bæta við og meina, en ég vil ekki lendi í þessu aftur, sem allt annað mál. Og kannski og líklega lendur ekki í því aftur, það ómögulegt að segja það, við veitum ekkert í hverju við lendum. En í sumu lendum við bara einu sinni, það nú líka staðreynd. Það Guð góður. En hann vill að menn reyni eitt og annað, og veistu af hverju? Þá skilja þeir betur annað fólk þegar þeir hafa reynt. Já, ég hygg það og ég held við séum sammála það að eigin reynsla, það skákar henni ekkert annað. Við getum lesið á bók alls konar og það getur verið gagnlegt og gott og menn og konur sem tjá sig heiðarlega, margir gera það, lýsa öllu mjög nákvæmlega. Og þú lest þetta og lærir af því, sérð alls konar í þessu. En samt myndu ekki fá þessa reynslu sem að því fylgir að vera á staðnum. Það nú bara staðrind. Og þegar þú ert komin á staðinn með sama, þá við líka veistu nákvæmlega hvað þetta snerist hjá þessari manneskju hjá hinni. Ég held að þetta sé nú bara gömul saga og ný. Við veitum það til að mynda, svo við tökum nú drykkjumannin, sem við mörg vorum í hjá allt og lengi. Við veitum nákvæmlega hvað verið að tala þegar að honum kemur. En ég hygg að þú getur aldrei náð sömu reynslu fram af lestri bóka og jafnvel viðtala við þetta ágæta fólk. Hún mun aldrei koma til jafns í það að hafa verið þarna sjálfur og sjálf. Ekki svo að skilja auðvitað að við séum að hvetja menn til þess að fara þangað. Og ég get alveg sagt þér að þetta eymdarinnar staður og verður alltaf þannig. Þannig að við lendum í einu og öðru og það eykur okkur svona samhug til annara og skilning. Og þessi á geti bendandi fingur fer ekki á loft þegar að þessu öllu kemur. Að við skiljum eymdina, við skiljum volaðið, við skiljum allar þessar hugsanir sem komu sem að drógu niður í manni. Gerði hann lítinn og hann fer að horfa á sjálfan sig röngum augum. Að því þú varst þarna einu sinni sjálfur og sjálf, þá hefur viðmiðið, þú veist hvað þú ert að tala. Þannig að reynslan, hún verður áfram og alltaf sér kapituli. Sama gildir trúna. Það byrjaði, þessi reynsla trúarinnar byrjar þegar þú fyllist svokölluðum heilugum anda, eins og við tölum þetta sem að þekkjum til málsins. Og þá sáum við dýrð hvers? Dýrð Guðs. Áður og fyrir þann tíma höfðu við svo sem oft heyrt talað þetta. Og við náttúrulega skildum ekki upp eða niður í neinu sem þessi menn voru að segja. Svo fyrir utan það þá höfðu við engan áhuga á því sem þeir voru að segja.
Við höfðum ekki þessa reynslu sem að vitnisburðurinn í Jesú nafni er að koma með til okkar. Ekki svo að skilja að við getum ekki hrifið smávegis af því. En reynslu höfum við enga. Og samanburð engan. Svo miskunna Drottins yfir okkur, gefur okkur andan sinn, og þá vorum við komnir á sama stað og viðkomandi sem var að tala til okkar, og við svona klóruðum okkur í hausnum yfir að við skildum þetta ekki, og það er eðlilegt. En eftir þá vorum við komnir með þetta allt á hreinu. Já, ég man eftir því þegar hann kom þarna fram með þessi feiti þarna, fór að tala um Jesú. Ég bara hlómaður með þetta óofboðslega fyndið. En svo kom að því að þessi hinn stóri feiti sem frelsaðist, hló ekki. Af hverju? Hann tók við þessu. Af hverju? Að þegar hann var komin inn í sömu kringumstæð, hann var komin á sama stað. Og hvað? Þar horfði hann á allt sem hinn var að lýsa. Nú með eigin augum, með eigin hjarta. Og það breytti öllu. Reynsla af réttum toga breytir öllu. Sumt getum við ekki lært af bók, og þær séu góðar og allt það, nema að ákveðnu marki. Til að fulla verkið þarftu að vera í þessari reynslu í raun heimum, eins og sagt er. Og það sér Drottinn um. Hann gefur okkur reynsluna. Og ég þekki reyndar engan sem metur ekki reynslu að sönnum verðleikum. Sá sem svona veit eitthvað um hvað lífið snýst. Og þú hefur reynslu af svo mörgu í dag, og meiri eftir því sem þú eldist. Og þú getur móðað úr þessu öllu og tala að viti um þetta og hitt, vegna þess að þú getur sagt með sanni, þarna var ég einu sinni. Og þannig er það líka, mínu kæru, að við höfum verið á mörgum stöðum í öll þessi ár sem við fengið að lifa. Og þetta hefur safnast í sarp í manneskju sjálfri, sem að hefur orðið mikla reynslu af svo mörgu. Já, af svo mörgu. En svo aftur á móti og öndvert geta menn unnið með þetta í allar áttir. Sumir einhvern veginn hafa þá gáfu og gjöf að geta vingsað úr, skilið frá, og það sem að eftir situr, það er náttúrulega ekki allt sem verður eftir, sumt verður eftir, það eru einungis góðar minningar. En svo kemur hygnin inn í þau mál, og hvað segir hún við þig? Lífið á þessum árum sem að þú dregur upp og eru bara birta og fegur, var líka bara eins og í dag. Það skiptust á skinn og skúrir. En akkur að vera, segi ég nú bara, en akkur að vera að drattast með skinn og skúrir? Akkur ekki að leyfa bara deginum að koma með þær, skinn og skúrir? Akkur ekki að eiga eitthvað í sínu hjarta þar sem að svona einhver fegur er dregin upp? Þegar hún er jafn sönn og skinn og skúrirna. Þær komu vissulega, og þetta þreytir engi verið það. Hitt var þarna líka. Og þú ákveður líklega, að draga þær upp. Kannski er það vegna þess að í eðli þínu ertu jákvæð manneskja. Ég hugsa það sé nú hjálpi nú töluvert mikið til þegar kemur að þessu. Bölsýnin hins vegar, sé hún bara gegnum gangandi. Hvar er hún? Hún er ekki þarna. Hún er á hinum staðnum. Það sem allar skúrurnar voru. Og hvað skeður þegar þær koma fram? Þetta kemur allt upp, myndu það. Að það krumpast á þér andlitið. Hálfröld síðan, minn kæri og kæra, krumpast andlitið þegar að þú minnist þess að þegar þú varst 9 ára, segjum það, og einhver
og einhver kom á skólalóðin og sparkaði í afturöndan á þér og stundin svo stungin grís og hálfur öld síðar verða sömu viðbrögð. Þú manst nafn Geranda, hefur aldrei gleymt því og þeir eru ennþá jafn illa við þennan Geranda og hefur alltaf verið. Þetta ekki að sanga þessir góðum minningum, heldur vondum minningum. Og vegna þess að bæði þetta staðar, eins og ég segi, held fram, þá tel ég þetta vera gjöf þegar að við náum því marki og Guðsgjöf að vingsa þetta frá þessa drasl. Þetta þetta ekkert annað en drasl. Og þetta svo spurningin, hvernig viljum við gera þetta? Ég nokkuð viss að Guðsorð hvetur til þess að draga fram þetta svona betra í þínu lífi því að þú átt það til, alveg eins og allir aðrir menn. Og þetta vil líka segja mér það og okkur að það ekki í raun og veru lagt meira á einn en annan. Sumir virðast halda því fram en ég bara neita því. Sjálfur get ég bara bent á sjálfa mig og ég segi, mér finnst ég alveg hafa reynt nóg sjálfur. Og við margt af þessu hefði ég aldrei vilja lenda. En ég hins vegar manneskjan sem hef náð að vingsa úr með svona einhverjum eðlilegum hætti. Af hverju? Ætli það sé nú ekki bara vegna þess að maður er í eðli sínu jákvæð manneskja. Ætli það sé nú ekki út af því. Maður í raun og veru, það hefur nú líka verið nú að viðurkenna, maður hefur alltaf haft trú á þessu lífi. Og fólki líka, er nú líka málið og einkennilegt sé. En svo náttúrulega lærir maður með tímanum að það er nú bara eins og það er. Maður horfir náttúrulega bara til sjálfsins og segir að aðrir eru nú ekki betur en ég, eða verri en ég. Þannig við erum öll svipuð. Svo kemur að því að draga fram sitt líf, eins og við vorum að tala um á það. Hvað kemur þá? Minningin svakalega drenginn sem sparkaði eftir þetta námið. Og ég stundi stungin grís. Eða eitthvað fallegt sem gerðist á skólalóðinni. Það var nú líka þannig, ekki? Ég man eftir mörgum skemmtilegum atvikum á skólalóðinni. Já, ekki mörgum, maður mann eftir einhverjum allavega. Einhverjum leiðilegum allavega. Einhverju þvælu. Auðvitað voru það hérna og sjálfsagt. En ég man ekki eftir neinni. Við erum misjöfn, en við höfum lent í þessu öllu. Ég segi, lærum að tosa þetta upp. Því að það er svona birta fortíðar í raun og veru til okkar. Við erum í dag. Og það er bæði skín og skúrin. Látum það nægja. Leyfum fortíðin að koma til okkar með eitthvað aðeins betra. En fortíðin náttúrulega hræðilegu fylgifiskur. Því hún vill koma með hitt líka. Og þá gerist það eins og þér og okkur að andlit krumpast. Og hugur þyngist. Og verður alls konar. Þannig að við ráðum nokkuð það svona líðan okkar. Að því erum við að tala Guðs orð, að við viljum að það hjálpa okkur til við að ná þessu góða fram, ekki bara úr deginum, heldur líka því sem hefur gerst því að þar erum við meira og minna. Hvað sem við segjum það? Og það er svo sem enginn að banna okkur að vera þar. En ég kann ágætlega við það hreinlega að vera þó bara þar sem allt þetta góða var að gerast. Ég veit svo sem að hinnu, en það er ekkert lengur uppi. Dagurinn í dag er ekkert öðru sem hann var fyrir 50 árum, ég raun og veru ekki.
hann er bæði með skinn og skúrir, eins og vorum að tala um. En ég ræði nokkuð sjálfur hvernig úrvinnst og ég með þess vegna erum við að kenna Guðs orð því að það vill hjálpa okkur við að vinna úr öllu okkar lífi og toga það fram sem var gott því að það sem var gott og er gott er jafn mikill sannleikur og allt þetta slæma sem við lentum í, er það ekki rétt hjá mér? Drottinn sýndi mér nú þetta einu sinni og ég tek við þessu. Jú, það var þannig. Við höfum báðar þessar hliðar. Og það er mjög gott, minn kæri vinur, að benda fólki á þetta. Ef við viljum hjálpa fólki til þess að ná tökum á sínu lífi betri, þá er þetta ein leiðin til þess að svo verði. Eins og vorum að tala um áðan, að þetta góða sem að þú lifðir í gamla daga, segjum það, var jafn mikill sannleikur og þetta slæma sem þú upplifðir. Þannig að þú tógir þetta góða fram, ert að segja við sjálfum þig samt sannleikan. En þú upplifir ekki þetta krump og þess að þetta hugarvíl af því þegar þú varst 9 ára og einhver dundraði í á þér. Og þú tekur jafn slæm viðbrögð eftir hálfa öld og þú gerðir þá. Ég meina hvaða vitir í þessu. Af hverju gera menn þetta? Af því menn íhuga ekki málið með þessum hætti. Þeir íhuga það ekki. Orð Guðs er til þess að þú íhugir ýmislegt sem það er að benda þér á. Akkur bendir það þér ekki á þetta úr því að hálfur öld síðar krumpar það enn andlitið á þér bara við það að koma upp. Og ég raun bara að þú þarft að berjast við þínar hugsanir sem eru út og suður og vondar eftir að hafa tosað þetta upp. Er þetta í raunveruleiki? Heldur betur. Og þar erum við öll jafningjar hvað þetta varðar því öllu þetta höfum við allar þessar reynslur. En mitt svona að vingsa úr þessu, fyrst og fannst auðvitað vilja þetta. Og þá standa eftir atvik sem hjálpar okkur við að gera lífið svona smá jákvætt. Og það held ég okkur líði betur undir slíkum hugsunum heldur en hinum. Ég held að þó að sumir hafi átt að eigindomi skelfilega æsku og ég er að sjálfsögðu ekkert að gera neitt lítið úr því, ég veit að því miður er það þannig. Að þá er ég nokkuð viss að ef þetta ágæta fólk tæki sér til og kannaði allar aðstæður sínar, þá kæmi nú svona ljósnistar hingað og þangað fram. Því þannig er lífið. Það er líka með sínu ljósi, kannski voru þessi ljóstýr kannski ekkert mjög sterkar, en kannski voru það sterkar. Það kannski vörðu ekki lengi, en það vörðu í einhvern tíma. Akkur ekki að leyfa þessu að koma til sín? Og bara hinu, öllum hörmungunum og ógeðinu og viðbjóðunum. Akkur ekki leyfa hinu líka að vera þarna. Aldrei er að vita nema að þetta fína og góða sem þó gerðist ýti hinu út. Ég held að það stöðli að mikilli vellíðan hjá viðkomandi þráttur í sína erfiðu æsku. Akkur ekki að tala um þetta líka? Akkur að bara taka utan um hörmungarna? Líklega leiða menn ekki svo mjög hugan að þessu atriði. Og kannski er það okkar, þessar kristunum mann og kvenna, að benda á þetta. Að þetta er leið til að svona auka vellíðan dagsins.
Við vitum alveg að fortíðin getur stútað því öllu þegar hún kemur upp í hugan. Hún gerir það, myndi það, hún sleppir þér ekki til það. En þá var stendur eftir, hvað hefur þú gert í þínum fortíðarmálum? Eins og við vorum að tala og ég alveg sannfærður það, bara lífið hefur kennt mér þetta, að hvert og eitt okkar eigum okkar ljóstýrur úr öllu lífinu. Litlar eða stórar hvernig sem en þær eru þarna. Og ef við viljum og vildum og sæjum, þá getum við togað þær til okkar og vingsað hinnar frá. Þannig að við ráðum þessu nokkuð sjálf hvernig svona dagurinn hjá okkur. En málið að við höfum öll lent í öllu og allt og mörgu, það nú því miður þannig. Akkur haldið að við eigum Guðs orð? Akkur haldið að við eigum trú? Ætla sé nú ekki að hluta til vegna alls þessa sem lífið hefur fært okkur. Dagarnir hafa ekkert verið góðir við okkur. Þar held ég að við séum öll jöfn. Og þessar ljóstýrur sem við þó eigum vegna þess að Drottinn kom og kveikti þær. Af hverju? Að því hann fylgdist alltaf með þér. Af hverju? Að því hann skóp þig. Og hann segir sjálfur, ég sé ekki eftir neinu. Og hann að skima jörðina, leitandi að einhverju sem hann geti frelsað. Og allt í einu komst þú og þú gengur inn í rann Drottins sem frelsuð manneskja. Og þá hefst nýr kafli hjá þér, alveg svo hjá mér og öllum okkur hinu sem að fara þessa leið. Og við höfum að vinna með það sem Drottinn með handa okkur. Og hann fer að sýna okkur margt til að mynda þessa fortíðarmynd okkar. Og við sjáum og segjum, jú, hún var svona, sem bara slæm, en líka inn á milli bara fín. Þarna eigum við að vera. Fínna megin, eins og sagt er. En það gerir það enginn ef þú vilt það ekki sjálfur og sjálf. Þetta eitt af því, mörgu og flestu sem við verðum að gera sjálf. Þannig að við sömu verður okkur ekki hlíft. En ég lofa þér árangri ef þú vilt fara þessa leið. Og þá, þegar þú varst 9 ára og einhver kom og þrumað í, hefur það ekki lengur áhrif. Já, þetta gerðist en það verið betra að losna við þetta, sleppa við þetta en þetta gerðist, en þetta hefur engin áhrif. Þetta ávinningur. Þú breytir auðvitað ekki því sem að gerðist. En þú getur breytt því hvort það hafi áhrif hálfri öld síðar eða ekki og þú skalt ekki halda því fram að þetta sé ekki svona. Því að þetta svona í allt of mörgum tilvíðingum hjá allt of mörgum fólki. Og stundum maður sig að þessu sjálfur að þurfa að glíma við ykkur svona fortíðardrauga. Af hverju? Ég lenti í því og ég hef ekki enn kannski náð að vinna með allt. Að því leyti til ég auðvitað að glíma við sannleika samt sem áður. Ekki neina þvælu eða neina lygar. En oft líklega við að glíma við reyna lygar sem að hugurinn bara einhvern veginn festi hjá sér. Við vitum alveg hvernig hugurinn Hann ekki alltaf að segja okkur sannleikan. En stundum gerir það, en hann ekki alltaf að segja sannleikan. Hann vinnandi apparat frá morgni til kvölds og segir margt við okkur og fer mikinn. En hann ekki alltaf að segja okkur það sem heilagt og satt.
svo kom orðið til skjalana, en það hins vegar gerir það. Og hvað þetta ábendingum annað en að halda sér þar? Við eigum að elska sannleikann. Og við elskum sannleikann þegar sannleikurinn sjálfur fyrir að tala til okkar. Og hann talar til okkar beint úr lífinu, bara sem blasir við, og hann talar líka við okkur, út í það við farið, frá gömlum dögum. Því það eru við líka. Og hann segir við mig, Konráð, taktu það út sem gott var. Og það hef ég gert. Og þess vegna á ég margar minningar, góðar minningar frá þessum tíma. En ég á líka hinar, en þær sem betur hafa ekkert verið neitt að tróða sér fram fyrir þessar góðu. Bæði er sannleikur. Eins að komið þið ljósgjafarnir mínir og verið með mér. Hitt getur bara siglt sinn sjó. Og það hefur gert það mikið. Þú auðvitað ræður alveg hvernig þú hefur þetta, en þetta er það sem hefur reynst mér vel. Og annað líka, að þið veru nú bæði manneskjur, að það sem er að reynast mér vel, getur alveg reynst þér vel líka, þó þú sért ekki með sömu reynslu og ég. Þín reynsla, sem er bæði góð og vond, er ákvörðun þín að tosa fram það sem þú vilt. Og það eru menn misjafnir, sem toga bara ljótlenga fram. Og fá úr þeirri hugsun ekki neina uppörfun. Önduertu við ljósreynsluna, að það er á seinhátt getur verið uppörfun. Það færir þér svona hlýjar tilfinningar til þessar og hinna mála. Ég man eftir því að einu sinni, það var nú bara þannig, ég viðurkenni það bara, var mér rosa illa við hennar guttamaður, mig sjálfan. Ég á kvikmyndir af sjálfum mér þegar ég var yngri og fallegri og vitið það, og ég er ekki að skrökva. Ég var illa við hennar, eins og ég sagði sjálfur hennar vitleysingarna, mig, og þetta er náttúrulega ekkert vit í þessu, en svona var þetta. En svo allt í hennu, að því ég fór að vinna, og ég átti mjög erfitt með að vinna þessar myndir, þessar kvikmyndir sem ég átti á þessum tíma, vegna þess að alltaf þegar ég sást, þá alveg krumpaðist ég allur inn í mér, að því ég þekkti söguna, sem að þú þekkir ekki og enginn annar þekkir, og mér var aldeilis ekki vel við hana. Á þessum árum, sem að þessar kvikmyndir eru tekna, var ég ekkert í góðum málum, alltaf. Og ég einhvern veginn hélt áfram með þetta, að vinna þetta. Ég var alltaf að leggja þetta frá mér og alltaf bara nú hendi ég þessu, ég get að hanga með þetta. En ég hélt áfram að vinna með þetta. Svo man ég eftir því, allt í einu váma, fór mér að þykja vænt þennan einu sinni vitleysingu sem ég sagði sjálfa mig. Fór mér að þykja vænt þennan strák, sem var náttúrulega miklu yngri en ég er í dag. Og það var sinn sigur, trúðu mér með það, og það er ennþá með þeim hætti. Þetta eru svona allir ekki 15 ár síðan þetta var. Mér þykir bara vænt hennar gutta hérna á skjánum þegar hann birtist. Sjáðu ekki sigurinn? Þú sem ert kannski á sama stað. Láttu þér þykja vænt þennan stráka þessa stelpu sem þú ert að horfa á, sem fram til þessa kannski hefur bara fengið til þess að hrykta öllum og allri. Þetta er að yfirvinna þetta allt. En þú gerir það ekki nema með þeirri vinnu sem þarf. Að laga til í sjálfum sér er vinna. Og það er nú einhvern veginn þannig að það er ekkert allir sem að gera sér grein fyrir þessu, að laga þetta til sé ekkert nema að vinna. Og það er eitt af því sem orðið Guðs er ætlað að koma til okkar, að sannfæra okkur þetta, að lífið allt frá A til U er stanslaus vinna, og bæturnar sem koma inn er að vinna og engu öðru.
Það er nefnilega vinna að gera orð Guðs. En þar líka allur árangur. Við eigum að sækjast eftir árangri og ég veit að við sækjastum eftir honum. Líka hvað allt þetta varðar. En allir segir þetta ekki gott í dag og Konráð þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.